virkni á mjög áhugaverðu kerfi sem að hluta til ókeypis á netinu og heitir Canva. Í Canva hægt að útbúa hvers kyns auglýsingar og kynningarefni með tiltölulega einföldum hætti. Til dæmis hægt að gera allt frá einföldum myndum til að birta á samfélagsmiðlum yfir í flóknari verk svo sem eins og dreifimiða, bæklinga, skýrslur og svo framvegis. Þannig gerir Canva smærri fyrirtækjum sem að hefja starfsemi, frumkvöðlum og einstaklingum kleift að hanna fallegt og vandað auglýsingaefni með litlum tilkostnaði. Við byrjum á því að fara einfaldlega inn á heimasíðu Canva sem er canva.com og sjáum þá ramman hérna vinstra megin þar sem fólk boðið að skrá sig inn og búa til aðgang. Við vorum búin að búa til aðgang fyrir SSNVF, þannig að við lokum okkur einfaldlega inn á hann með því að slá inn notendanafnið og lykilorðið. Smellum á login og dettum þá inn í aðalvalmyndin á kerfinu. Þegar við komum þangað inn að þá sjáum við á forsíðunni þau sniðmát sem í boði inni í Canva. Sjáum hérna til dæmis samfélagsmiðla post, við sjáum hérna einblöðung, Instagram post til dæmis. Ef við smellum svo hérna á píluna vinstra megin sjáum við hérna forsíðu á ársskýrslu, semst í A4 stærð. Hérna sjáum við viðurkenningaskjal, það sem þá í boði nokkra tegundir. Hérna sjáum við ferilskrá. Ef við smellum enn lengra sjáum við hérna bækling. Þannig að það ýmislegt sem í boði sem að hægt að byggja á og í rauninni aðlaga að sínu eigin útliti. Við ætlum að gera tvennt í þessu myndbandi. Í fyrsta lagi einfaldan Instagram post og í öðru lagi aðra eina síðu á einföldum bæklingi. Svona rétt til þess að við kynnumst hvernig kerfið virkar. Við byrjum á Instagram postinum og smellum á hann og hann tilsniðinn í þeim stærðum sem Instagram postar eiga að vera, 1080 pixlar sinnum 1080 og við smellum á hann og þegar þangað komið þá sjáum við hérna vinstra megin valmynd þar sem að boðið upp á tilbúna pósta sem að hægt þá að breyta í takt við okkar útlit. Það hægt að breyta litum, það hægt að skipta myndir, það hægt að breyta letri og svo framvegis. Póstarnir eru flokkaðir, hérna sjáum við Food Instagram, Sale Instagram, Love Instagram, Halloween Instagram og svo framvegis. Eins og þið sjáið að þá eru sumir merktir frí, aðrir ekki og munurinn á þessu tvennu að þeir sem ekki eru merktir frítt annarkvort kosta einhverja nokkra dollara hver eða þá að þeir eru innifaldir inn í greiddu útgáfuna Canva sem að kallast Canva for Work og boðið upp á að fólk vill fá meira val sniðmát. Það hins vegar feikin nóg í boði í fría aðganginum og í rauninni ekki fyrir að fólk farið að nota kerfi mjög mikið sem ástæða til þess að kaupa aðgang. Þannig að við myndum ráðleggja fólki að byrja alltaf á því að velja sér ókeypis sniðmát. Við veljum einfaldlega það sem okkur líst vel á og eins og þið sjáið að þá hérna í flestum flokkunum hægt að velja all, þannig að það eru hérna inni fleiri hundruð sniðmát sem hægt að velja Þannig að við veljum einhvern bara hérna handahófi og ætlum að gera þennan að okkar eigin. Við viljum hafa þarna einhvern hvetjandi texta og ætlum að breyta hérna textanum, við ætlum að breyta letri, litum, setja nýja mynd inn og svo framvegis. Þannig að þess að við gerum hérna við byrjum að smella á myndina, eyðum henni út og þá fáum við hérna þennan bakgrunn sem að sýnir að það engin mynd hérna á bakvið. Til þess að setja inn okkar eigin mynd að þá smellum við hérna á Uploads og hér var ég búin að setja inn nokkar myndir en ég ætla ekki að nota neina þeirra, heldur sýna hvernig myndum hlaðið inn. Þá einfaldlega smellt hérna á Upload an Image og þá velurðu þá mynd sem að
þú vilt setja í skjalið, smellir á Open og þá hleðst hún inn og það er hægt að sjá framvinduna á uppleiðslunni hérna á þessari stiku og eins hérna niðri. Á meðan að myndin er að hlaðast upp og þá breytum við hérna textanum. Ætlum að gera bara eitthvað einfalt. Þú ert snjallari en þú heldur, mundu það. Það sem við sjáum núna er að hér eru þotnin greinilega eitthvað bjöguð. Það kemur hérna alltaf bil á eftir litla þotninu en stóra þotnið virðist vera í lagi. Og þetta er svona einn af göllunum við Canva, það er ekkert fullkomið og Canva ekki heldur, að sumar leturtegundir eru leiðilegar varðandi íslenska stafi. Þar eru það alls ekki allar, þannig að við einfaldlega breytum þessari bara og veljum okkur hérna úr valmyndinni einhverja aðra. Það er eins og þið sjáið val fjöldan á leturgerðum og meira segja hægt að hlaða upp sínum eigin og þá er hægt að taka leturgerðir úr leturmöppunni sem er í tölvunni hjá manni, en þetta er fítur sem er aðeins í boði fyrir greiddu útgáfuna. Þeir fítusar sem eru aðeins í boði fyrir greiddu útgáfuna eru með þessa kórónu hér, svona til samræmis við hérna ef maður velur að fara yfir í greiddu útgáfuna. En eins og ég segi, það er fullt af leturgerðum sem að þetta vandamál á ekki við þannig að ég ætla bara að velja hérna eina sem að ég veit að þetta á ekki við sem er þessi hér, Allura, og ég ætla aðeins að breyta þessu, gera þetta svona og þá þolir hún alveg að hún sé aðeins stærri og ég ætla ekki að eigna William Shakespeare blessuðum þetta heldur hafa þetta svona. Nú ég var búin að hlaða hérna inn þessari fínu mynd, þannig að ég einfaldlega dreg hana hérna yfir og þá dettur hún hérna bakvið. Það er ekki flóknara en það. Nú þá sjáum við að það gengur eiginlega ekki að vera með bleikt letur, af því að það passar ekki inn í litin á myndinni sem við vorum að hlaða inn. Þannig að ég vel letrið, smelli hérna á text color og þá get ég í rauninni valið hvaða lit sem er, eða ef ég sé ekki lit sem að mér líkar, smelt hérna á plúsin og þá get ég búið til minn eigin lit. En við ætlum bara að hafa þetta dökkgrátt og látum það duga. Nú, við getum líka leikið okkur með þennan hring hérna. Við viljum mögulega hafa hann stærri, þá drögum hann bara til. Eða við viljum mögulega hafa hann gagnsærri eða ógagnsærri. Þannig að ef við smellum á þessa punktamynd hér, að þá getum við valið á sleðanum hversu gegnsæ þessi mynd er. Og ég vil hafa hana svona meðal gegnsæja, þannig að sjáist svona bakvið að þetta er þessi fallega norðurljósamynd. Nú, ég vil svo nota þetta til þess að svona vekja athygli á mínu fyrirtæki og hér fyrir neðan er hæfilegt pláss til þess að setja logo og ég var búin að hlaða inn logoinu og smelli bara einfaldlega á það, dregðu það svo til í rétta stærð og setja hérna fyrir neðan. Og þið sjáu þessa bleiku línu hér, hún gefur til kynna að núna er logoið komið á miðja mynd. Þannig að það er ágætt að nýta sér þessar hjálparlínur. Svo sleppi ég því einfaldlega og þá er það komið inn. Og þá held ég að ég segi þetta bara gott. Þarna er ég búin að gera þennan Instagram post að mínum eigin og er bara nokkuð sátt við það. Það sem ég geri þá er að ég smelli hérna aftur á Home. Ég þarf ekkert að vista, kerfið sér alfarið það og þið sjáið hérna efst að hérna er komið nafn á Instagram postin sem er í rauninni bara textin sem er á honum og ég get breytt honum hér og sett Instagram 1 og þá vistast það bara sjálfkrafa, svo smelli ég á Home og þá er komið upp hérna á forsíðunni Instagram 1 og það tekur hana smá stund að búa til aðgengi að hönnuninni hér en það verður til eftir smá stund. Þannig að næst því ég opna kerfið þá verður þetta aðgengilegt hérna og ég get þá annarkvort breytt eða
látið hann bara standa eins og hann er. Ef ég smetla á hann, þá fer ég aftur inn í hann, því að það er eitt sem við áttum eftir að skoða, því að ég þarf náttúrulega að ná þessu út úr kerfinu til þess að geta sett myndina inn á Instagram. Þá smetli ég hérna á download og hér get ég valið hvort ég birti beint úr Canva, en ég mæli með að nota hérna download valið, smellir á það og þá geturðu, þess að loka þessu hérna, og þá geturðu valið hvaða snið hérna vill hann birta beint á Instagram, en við viljum það ekki. Þá getum við valið hérna með því að smetla, svo ég sýni það aftur, með því að smetla hérna á download, getur við valið PNG, JPG, PDF í frekar lágum gæðum eða PDF í prentgæðum. Og við ætlum að velja bara þessa hér, hún þarf ekkert að vera í það miklum gæðum og ef við smetlum á hana þá er okkur boðið upp að velja hvar á tölvunni við viljum vista hana. Og hér er þá pósturinn kominn inn, við sjáum myndina sem svona auðkennir og hjálpar okkur að leita. Og svona er hægt að gera með alla þessa Instagram pósta sem eru þarna inni. Við getum skipt myndir, breytt letri, breytt texta, sett inn logo og svo framvegis. Nú, eins og ég nefndi áðan, þá ætlum við líka að skoða einfalda útgáfa af bæklingi. Og þá veljum við hérna brochure og smellum á það. Og þá alveg með sama hætti kemur upp hérna vinstra megin það sem er í boði, flokkað. Hérna eru ferðabæklingar, ljósmyndabæklingar, sölubæklingar og svo framvegis. Og eins og áður að þá eru sumir merktir ókeypis og aðrir ómerktir sem að þá kosta annað örlítið eða eru innifaldir í Canva for Work sem er sem sagt sú útgáfa sem við getum keypt okkur inn í með því að smetla á upgrade. Nú ég ætla að velja bara hérna einn mjög einfaldan. Þetta er svona þríbrotinn bæklingur sem myndi henta fyrir hvers kyns fyrirtæki sem er í raun og veru, verslun, snyrtistofu, ferðaþjónustu fyrirtæki og svo framvegis. En ég vel þetta því mér finnst þetta einfalt og hérna er eins og sjáum á, þetta eru 2 síður, þetta er sem sagt útsíðan og svo þetta innsíðan. Ég ætla bara að sýna hvernig hægt er að breyta hérna innsíðunni, útsíðunni og hvernig við getum svona aðlaga það að okkar. Það er ágætt að taka þetta dæmi því að þetta er tiltölulega einfaldur bæklingur og ekki flókið að aðlaga hann að okkar þörfum. Nú, það fyrsta sem ég ætla að gera, ég er ekkert sérstaklega hrifin af þessum gula lit, þannig að þá smelli ég hérna á þennan ramma, vel lit og ég ætla að setja þetta í uppáhaldslitin sem er þessi blái hér. Ég ætla að gera bæklingin fyrir hestaleguna mína. Ég ætla að gefa mig það ég í hestalegu og þetta er hestalegan Gobbeti Gobb. Og ég ætla að setja hérna, gengur náttúrulega ekki að hafa ljósmyndaskóla hérna, ég ætla að setja hérna staðsetninguna og hún er staðsett inn í Afdal. Og bara svo er búin til eitthvað tilbúið. Nú, þá passar þessi mynd eðlilega ekki, þannig að ég fer hérna í Uploads og þar var ég búin að hlaða inn þessari fallegu mynd af Kálfshamarsvík. Ég ætla að nota hana hér, byrjaði að eyða þessari, set svo þessa hérna inn í og ég þarf mögulega, ef ég sníð hana svona til og mögulega hefði ég þurft að skera hana til, en það er ekki þörf á því í þessu tilfelli. Ef ég vil hafa hana aðeins stærri, þá sjáum við að hlutföllin passar ekki, að þá held ég einfaldlega niðri kontrollknappnum og þá er ég farin að skera af myndinni, sem að getur verið gott að geta gert. Sjáðu þið hérna, sýnir hún miðjuna og gerum þetta svona. Þá erum við komin hérna með mynd sem við viljum hafa, en við viljum eðlilega hafa
þennan bláa lit á öllu í bæklingnum, þannig að ég ger eins. Ég smelti hérna á þessa pílu, vel hér og vel litin sem ég vil nota. Sama gerum við hér, veljum litin og hér þurfum við líka að skipta út mynd og þar ætla ég að setja þessa fallegu fossamynd og tek hana í stærð með því að draga í hornið. Hérna þarf ég líklega að sníða hana til þannig að hún passi vel inn í rammann og ég ætla að velja að sníða af henni hérna neðanfrá þannig að ég held niður Ctrl-hnappnum og sker hana svona til. Ég vil halda rammanum svona nokkurn veginn jöfnum þannig að ég þarf að skera aðeins meira af henni og aðeins meira og þetta fyrir að verða svona nokkuð gott. Hérna sjáum við hún miðjusett og höfum hana bara hér. Þannig að hérna er ég búin að skipta út myndum, ég er búin að aðlaga litin, ég er búin að breyta heitin á fyrirtækinu og þannig að þá er ég bara eftir að breyta hérna textanum. Við segjum bara hérna vönduð upplifun í fallegu og stórbrotnu umhverfi. Hjá mér eru þaulreyndir leiðsögumenn. Ég er með veitingar á heimsmælikvarða. Það er bara ekkert annað. Og hér getum við brotið þetta niður ef við viljum. Við getum minnkað textann. Tekið hann úr 15 í 14. Ég er svona þokkalega ánægð með letrið. Mér finnst þetta passa hálf asnalega, þannig ég ætla ekki að hafa þetta þaulreyndir leiðsögumenn, ég ætla bara að hafa þetta reyndir leiðsögumenn. Og í staðinn fyrir að hafa veitingar á heimsmælikvarða, það kannski skiptir ekki öllu máli. Þetta er veitingar úr héraði og þá er kannski betra að segja bara hráefni. Og svona, þá er ég bara orðin svona þokkalega sátt við þetta. Set svo hérna líka hafa samband og svo gæti ég þá breytt hérna kontaktupplýsingunum. Þannig að hér er ég komin með bara mjög einfalda útgáfu af bæklingi og svona gætum við leikið okkur með textan. Þetta er útsíðan, ef ég fer hérna tilbaka í Home, þá er hún að uppfærast hér og ég gæti farið aftur hérna inn í brochure, valið það sama og tekið innsíðuna með sama hætti. Flóknara er það ekki og svo er það nú þannig, hérna sjáum við hestaleguna koppið í kopp og gætum svo unnið í henni áfram. En auðvitað er það með þetta eins og allt annað að maður lærir mest á því að prófa sig áfram, en Canva hefur reynst mjög mörgum minni fyrirtækjum og aðilum sem eru að fara af stað í rekstri frábærlega til þess að útbúa ódýrt en faglegt kynningarefni og við hvetjum ykkur til þess að prófa okkur áfram og reyna ykkur í því að vera svona ykkar eigin auglýsingastofa í fyrstu skrefunum í rekstrinum. Nú, við þökkum fyrir áhorfið og áheyrnina og hvetjum ykkur til að fylgjast með fleiri myndböndum sem að koma innan tíðar inn á heimasíðu SSMV. Þökkum fyrir.